Já, góðir áhorfendur. Verið velkomin í skautahöllin í Laugardal. Ég heiti sem fyrr Helgi Páll Þórisson og mun lýsa fyrir ykkur þessum leik sem að fara hér í gang þar sem nágrannarnir Íshokkideild Fjölnis og Skautafélag Reykjavíkur mætast hér í seinasta deildarleik herstendakalla. Úrslitakeppnin fyrir í næstu viku, nánar tiltekið 22. mars í Skautahöllin á Akureyri, og ég hvet alla til þess að fylgjast með þeirri viðureign. Það er best af 5. Þetta verður tekið ansi skarpt. Menn fá einn leik í hvíld, einn dag í hvíld meina ég, á milli leikja. Engin grið gefin. En það er ljóst að bæði lið hafa tjaldað öllu til í kvöld. Fjölmörg nöfn hér á lista sem hafa lítið sést í vetur. Meira að segja eins og hér í seinasta leik þegar Skautafélag Akureyrar mætti Skautafélag Reykjavíkur nýliðna helgi. Þá var ein markverjan Gunnlaugur Dórótsen sem skellti sér á milli stangana. Núna er það Fjölnismenn sem hafa náð að draga fram annað legend. Það er enginn annar en hann Styrmir Örn Snorrason, rótgróinn, innmúraður bjarnamaður. Pabbi hans, Snorri Gunnarsson, dómari hér á Íslandi til fjölmargra ára og einn af stofnendum Bjarnarins. Ánægilegt að sjá hér afar áhugaverð og skemmtilega blöndu af ungum og frískum leikmönnum ásamt reynsluboltum. Einnig má minnast á að í liði SR Egill Þormóðsson kominn aftur og mér sýnist Gauti bróðir hans vera standað á bekknum. Gunnlaugi Thoroddsen hals og traust. En hér eru komin af stað. Hér eru Fjölnismenn að sækja upp, koma pekkinum inn og skutla pekkinum hér inn á markið, en Ævar blokkar þetta auðvitað. Og þá kemur Bjarki hér. Bjarki á Freyr, hann með fínan ísi fyrir framstöðu, tekur skotið. Snorri verð þetta og Bjarki grípur það. Björn Róbert tekur skotið bara, lendir þarna í honum Sölva hjá Fjölni. Sölvi fyrir SR, skutla pekkinu bara niður í svæði og SR ekki að taka skiptingu. Einn er fyrir leikmenn hér, Steindór Ingvarsson sem er hér með pökkinn, kominn aftur til meðsli. Einhver ping-pong pökkur hér á hlutlagsvarsvæðinu. Það er Steindór Ingvarsson sem tekur inn á snúninginn, kemur hérna upp á Jóhann Már Úlfar. Reynir að koma pökkinn fyrir. Steindór tekur skotið, Ævar Ver. Emil kemur Úlfar. Úlfar reynalaus. Honum fipaði staðið þarna rétt fyrir fram markið, en náði samt að klára færið. Þessi leikur fyrir skemmtilega stað. Liðin svona rétt að þreifa fyrir sér. Það eru X-ringar sem vinna þetta uppkast. Guðmundur til Jónatan. Fjölnismenn pressa stíft. X-ringar hérna að koma pekkinum. Ómar Freyr reynir hann að skota löngufæri. Styrmir Örn Snorrason í markinu, snöggur að kjafa þetta.
Eskeringar vinna þetta uppkast. Það eru Fjölnismenn ná skóflubækinn út. Og það er önnur frysting. Fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Það er Fjölnis sem vinna þetta uppkast. Viktor er reynir að koma pekkinum út en hann stoppar hann á bláu línunni. Robert leggur af stað hér undan marki. Dreifir til sinni eða 2. Engin frysting, segir dómarinn. Daniel skautar hann upp, sendir á Axel. Axel er að koma sinni undan. Sölvi nær hann hérna, sendir pökkinn bara beint á markið. Það er Bjarki. Nýkominn frá stífum æfingum í Gautaborg. Sendir yfir á Sölva. Sölvi hér siglir upp. Skila hann eftir fyrir Axel. Axel fyrir Kára. Kára reynir að taka skotið þarna. Hökkurinn fer hérna út. Emil sendir langa sendingu yfir á Úlfar. Úlfar sinna siglir inn. Björn Róbert á mótunum. Fín fyrirgjöf þarna á Emil sem reyndi að skjóta inn en hökkurinn hér í erindisleisu á Essering. Emil tekur skotið, Ævar að vera þetta vel og þeir pota pekkinum inn hér. Úlfar Andriðsson potar pekkinum hérna, við sjáum þetta endur sínt hérna. Það var einhver miskilningur með sendinguna hérna. Esseringarlegin í skiptingu. Hérna Emil, við sjáum þetta hér, tekur skotið og það er Úlfar sem fylgir eftir og potar pekkinum inn. Staðan var 1-0 fyrir Fjölni. Það vist ekki Ævar sem er markinu. Það er einn knái Aron Beck fyrirgefið. Það er Essir sem vinnur þetta. Markus, Jónatan. Það er á Styrmi. Styrmi siglir reynir að sigla hérna í gegn. Einhverju vandrar að ganga með pökkinn inn á miðunni. Hilmir sendir pökkinn niður til Jónatan. Reynir að koma pekkinum áfram en þá vandrar að gangur með sendingarnar hérna að þeim. Styrmir er 1 hérna móti 1, 2, 3, 4, 5. Lungsett í hérna og það er Pétur Mók. Hann er komin 1 hérna, missir pökkinn rétt frá sér. Fín sendingin yfir á Bjarka, sendir þetta upp á bláu og sem átti að vera á Pétur en hún hitt ekki og við fáum frystingu. Já, bæði lið eru svona enn eitthvað að þreifa fyrir sér. Það er Esseringar sem vinna þetta uppkast. Daniel hér reynir að snúa hann af sér hér í horninu. Hann Hilmir. Bjarki sendir hérna yfir á Ómar. Ómar skautar hérna áfram. Sendir á Pétur. Pétur fyrir inn. Pétur er komið fyrir það. Það er Robert. Björn Róbert með pökkinn hér inn í svæðið Esseringa. Sendingir upp á kantinn, það er Kári Arnars, missir pökkinn hérna frá sér. Viktor Örn Svaðarsson siglir hérna upp, tekur skotið og löngu færi. Kári kemur pekkinum yfir á Sölva með sínu. Sölvi hér stingur alla af. Hvað gerir Sölvi? Og hann, já, með sínir skora. Já, fínasta mark hjá Sölva. Nýtti hraða sinn og tækni hér. Sjáum þetta hér aftur, löng sendingin og hann gefur hérna í, kemur hérna fram hjá og skýtur pekkin með bakhöndin inn. Fín mark hjá Sölva, staðan orðin 1-1.
fáum uppkast hér. Það Fjölnir sem vinna þetta uppkast. Steindór frá Kristinn Hróar. Ná ekki alveg að koma pekkinum áfram. Það Gunnlaugur Þorsteinsson sem kemur pekkinum inn. Steindór hér, sendir á Emil. Emil skautar af stað. Þetta var að sendingan á Úlfar en sendir ekki alveg nú nákvæm. Jónatan í vörninni fyrir SR. Gunnlaugur reynir að koma pekkinum á Níel sem komin hann alveg á bláu. Hann stoppaður af. Steindór hvílir hér bak mark Fjölnis. Bíður eftir að sínir félagar taki í skiptingu. Það leikja hér af stað. Löng sendingin upp. Það er sínir Kristján Labert. Lendir hann á Daniel. Þeir ná skotið þarna. Þetta var vist Orri Valgeirsson sem var hann að lenda á án á Daniel hann við blá línuna. Elleringar vinnukastið. Bjarki er með komin á baka markið. Egill. Ómar sendir hann niður á Bjarka. Bjarki hérna upp. Hann er með 2 á sér hérna. Daniel, löng sendingin upp á Egill. Egill kominn inn og hann skópla pekkinu bara inn á baku vörn Fjölnis. Það er Ómar sem fyrir pressuna. Þeir skjóta pekkinu út. Stígur langa sendingu upp á Arnar félaga sinn. En hann náði henni ekki alveg og það er fyrir Sting. Við fáum uppkast. Það er þessi sem vinnur þetta. Axel reynir að taka skoti gegnum þjóðuna. En það gengur illa. Þorgils, síðan fekk hann Björn Róbert. Löng sendingin upp á Axel sem sendir á Kára. Kári sendir á Sölva. Sölvi tekur skotið. Lendir hann í vörninni á Fjölni og framjá. Stígur. Þorgils hérna þarf að henda honum inn en náðu ekki alveg fínt spil hjá Esteringum hérna í Hlutarsvarsvæðinu en sendingin ekki alveg 100% hitt á spaða. Fjölni, Róbert yfir á Stíg. Pökkurinn er berst fyrir í næstu fyrir frá mark Fjölnis. Róbert sendir yfir á Sölva. Bakhanda sending hjá honum Drew Jacob. Á hann Tómas Vídal. Sölvi sendir pökkinn hérna, já, bara upp miðju. Nú er hann að senda á hann Snorra hann í markinu. Róbert. Það er Viktor. Viktor skautar hérna áfram. Droppa pekkinum yfir á Tómas. Tómas hérna rólegur. Kemur pekkinum yfir á Emil. Það eru við konur hérna inn. Emil tekur skotið og það er framhjá. Viktor missir pökkinn hérna og það er Níels. Tekur skotið hérna en Styrmir verð þetta. Staðan er 1-1. Fyrsta láta er ekki svona hálfnuð. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Steindór hér. Snýr af sér Pétur. Emil sendir hérna yfir. Það eru Úlfar. Úlfar tekur pökkið með sér inn. Reynir að koma pekkinum á Kristján Hróar. Hann nærði ekki. Kristján nær pekkinum hér. Hörku baráttu hér við Ómar. Pétur sem er stjórn á pekkinum. Há og löng sending með allt og alla. Og það er Egill. Pétur komst þarna inn í þessa fyrirgjöf. Áfram eru Elleringar með svolítið stjórn hér. Sendir yfir á Pétur.
Pétur hérna undan marki, sendir hérna upp á Björn Róbert. Björn Róbert reyndi að taka skotið, lendir þarna í vörninni hjá honum Arnari Karlsinni og út af. Og við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Þessi vinna þetta uppkast. Tökuberstið Þorgils, hann tekur þarna skotið, hann lendir í löpunum á Orra. Kári með lúmska fyrirgjöf hana á hann Axel sem tók skotið, hann lendi í vörninni hjá Fjölni. Kári, Sölvi taka hana hátt skotið að sendingu, hvort var það? Axel sendir hana fyrir, Sölvi var hana bara á hurðahúnunum hjá honum Styrmi. Áfram með bökurinn djúpt í svæði Fjölnis. Fínasta fyrirgjöf hérna, skotið ekki alveg nógu fast. Björn Róbert hendir pekkir niður í svæðið á hann Axel. Nær hérna pekkinum, Þorgils yfir á Kára. Kári tekur skotið og skotið bara beint á hann Styrmi í markinu. Löng skipting á S-ringum innan núna. Það var orðið lítið eftir að tanknum. Það Fjölnismenn sem unnið þetta uppkast. Reyna hérna koma pekkinum upp á svæðinu en S-ringar eru fastir fyrir í Hlutlausasvæðinu. Tómas lendir hérna, lendir fyrir honum Níels. Níels ekki hár í loftinu en það þungt í honum pundið. Viktor hér og Sölvi reynir að koma pekkinum áfram. Og Tómas er, já, hann missir stjórn á pekkinum hér. S-ringar taka skiptingu. Það er S-ringar sem kom undan markinu. Markus sendir á Styrmi Friðriks. Styrmir, hann er ekki alveg að stjórna pekkinum. Það er Jóhann Már sendir á Viktor. Viktor upp á kantinn hér. Það er Emil hérna í gegnum allt og alla. Muna litlu hann að skora þarna Emil. Skot. Mikil þvaga fyrir fram á marki hjá Aron Leví þessa stundina. Daniel sendir pekkin alla leið upp á kantinn. Það er Pétur horfir, reynir að koma pekkin hann vanna fram hjá Kristjánur Hróar sínum mér. Bjarki lendir á honum Mikael. Jóhann Már, Kristján Hróar röngsendingin upp á Arnar, tekur skotið, það er framhjá. Það er þeim með Axel, reynir hann að langa sending á Kára en Jóhann Már komst inn í sendinguna þannig. Steindór lendir hann í höndunum á Daniel og Trúma sem reynir hann að sendingu inn en gengur ekki. Steindór heldur bara ótröður áfram. Létt barátta hér upp í kantinn. Það er Arnar sem tekur skotið á Aron Leví. Enginn vissi að taka pökkinn hérna nema Sölvi reynir að skópla honum hérna út framhjá hann og Orra Valgeirssyni. Mikil barátta hérna, Bjarki baráttunni. Daniel, Axel löng sendingin yfir á Kára sem er auðunsjó og hann ákveður að henda pekkinu bara inn og rúlar sér í skiptingu, enda búinn að vera lengi inn á þessi lína. Stígur sendir hér upp á Sölva, löng og há sending og er allt og alla hérna. S-ringar komið stjórn á pekkinum hérna og það er Styrmir Mokk, tekur skotið, heldur pekkinum niður í. Þorgils pressar á Viktor. Það er Þorgils sem kemur pökkinn undan marki.
Stendur á Gunnlaug. Nú tekur reyna taka skoti, lendir hann í vörninni hjá Sölva. Það Tómas, hendir pekkinu djúpt niður og það Róbert kominn. Venjulega að spila vörnir og komin í bullandi sókn, allt í góðu með það. Þeir mikilvæg að það Gunnlaugur sem eltir pökkinn, Úlfar með honum. Gunnlaugur. Sýnst við verið að fá dóm hér. Og það víti. Sindri Gunnars ekki í neinum vafa. Dæmi hér víti á Ólafur Jón Andrésson fyrir að krækja aftan í Gunnlaug. Við sjáum þetta hér aftur. Sjáum hérna sprettinn hjá Gunnlaugi, hérna tekur að stað. Hér. Hann kominn hérna og hann krækir í hann hérna. Hann getur ekki tekið skotið eftir víti. Og hér hófur vítið. Sindri að segja Gunnlaugi hvernig þetta að vera framkvæmt. Gerir slíkt þið sama. Styrmir Örn Snorrason. Hann þekkir þetta vel. Búinn að mæta nokkur svona vítum í gegnum tíðina. Gulli leggur á stað. Og hann ekki að skora frammi á Styrmi. Styrmi greinilega í fantastuði. Engu gleymt. Þennan tíma sem hann hefur verið í pásunni sinni. Og við fáum uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. First sending hér upp. Það Ómar Sundurlund kemur pekkinu yfir á Markus. Stórhættuleg sending hér upp á miðjuna. Þar var enginn nema Steindór Ingason sem náði að koma killin í pökkinu og pökkurinn speglast út af. Þessi vinnur uppkast. Vel útfært hér. Axel kominn af stað hér frá markið. Áfram er Axel með stjórn á pekkinum. Kemur pekkinum með Daniel. Hann bara vað á markið. En lendir hérna í vörninni á hjá honum Arnari Kalvesinni. Norri hér að reyna að pressa þetta. Sölvi kemur pekkin miður á Bjarka. Bjarki sendir hérna yfir á Axel. Axel náði ekki alveg að henda þetta. Trausti sendir yfir á Robba. Pökkurinn eitthvað pingpongast á milli manna hérna á hlutlausasvæðinu. Hér koma Fjölnismenn. Tómas Níels góður í fortekinu hér að koma að kýlna þetta. En Róbert ákveður bara að endurstilla þetta spil hér bak við markið. Löng sendingin yfir á Tómas. Nei, þetta var Tómas. Einhver darra að dansa hérna á miðinni. Það áfram Tómas sem með pökkinn hérna. Níels mætir honum. Róbert sem pökkinn yfir. Þar Viktor. Viktor með skot á markið sem fór heldur vítt. Róbert sendir hérna niður. Ágætis tilraun hjá Sölva þarna hjá Fjölni. Reyna að koma Aron Leifur Bekka óverum hana með þessu lúmska skoti. Uppkast í varnarsvæði SR.
Hér já, Emil, hann sigla hér í gegn, sendir skot, annað skot frá Jóhanni Mar. Bekkinu komið hérna djúpt niður, Egill Þormóðs pressið stíft. Styrkan á stjórnumeginu, Sölvi sendir hérna pökinn yfir á Axel. Axel sendir aftur á Kára. Kári lætur bara vaða viðstöðulaust á markið. Fáum uppkast. Það Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Stígur hér mótar hann með Sölvi, kemur pökkinu yfir á Bjarka. Bjarki kemur pökkinu yfir á Kára. Kára hendir pökkinu djúpt niður. Það Axel. Axel tekur undir snúninginn. Kemur hérna áfram, sendir yfir á Daniel. Daniel kemur pökkinu aftur á Axel. Axel yfir á Bjarka. Bjarki hvað gefur ekki, hann tekur skotið. Það framhjá. Eftir þetta ná að halda pekkinum inn í svæðinu. Lögsendi yfir á Bjarka hérna. Aftur á Axel. Axel sigrir inn í gegn á Bjarka. Bjarki tekur bara lúmst skot á ísnum. Pökkurinn hann fór í skautan hjá einhverjum og framhjá. Daniel löng sending yfir á Kára. Kára hér einn. Axel með honum. Reynir hann að skota, var heldur vítt. Gunnlaugur mistar þetta pekki frá sér í hendunar Robba. Robbi hendir pekkinu upp yfir og það Þorgils. Þorgils reynir svona sending og Níels. Gulli kom með pökkinina. Þetta var hættulegt færi fyrir Eskirninga. Þorgils hér með 2 í pressunni. Pökkurinn hátt og langt upp í loftið. Og það Róbert fyrir Fjölni, sækir hann, kemur pekkinu matalega yfir. Einhver vandræðagangur hjá Fjölni við að koma pekkinu út fyrir bláu, en það Róbert sem tekur pekkinu út. Hann komin inn, snýr við, reynir hann að fyrirgjöf á hann. Drew Jacob. Og fara með bara að grafa til pekkinum. Hann hann einhver staðar. Já, þeir ná hann út og það Björn Róbert Sigurðarson sem kemur pökkinn út úr horninu og hér einn á móti Viktor Erni. Hann kemst fram hjá honum og reynir að koma pekkinu að pökkurinn óþægur þarna, hoppandi og skoppandi eitthvað. Styrmir Friðriksson. Kontur sér á Ómar sem tekur bara viðstöðulaust skot á markið. Viktor var róa leikinn það niður. 1,5 mínútu eftir að fyrsta leikluta. Markus skautar inn á stað. Hann með ísinn fyrir fram að sig. Hann með allan ísinn fyrir fram að sig. Hann heldur bara áfram alla leið. Hann komin hérna inn í svæði. Reynandi sendingu fyrir. Það var engin Eskirningur að taka á mót honum. Engin rákstaða. Engin rangstaða, sagði línumaðurinn. Við tökum mark á því. Markus sendir hérna yfir. Það Sölvi. Sendir hérna á Jónathan. Markus. Kári reynir að spegla pekkinum áfram á Axel. Það Kristján Hróar sem kemur hérna inn. Hann tekur skotið og skorar! Kristján Hróar skora hér fyrir Fjölni. Smokrar pekkinu fram hjá Aron Leifi hérna á nærstöngina. Við sjáum þetta hérna. Staðan á hann 2-1.
42 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Það eru, já, þessi Gesseringar sem teljast vera komnir með völd á pökkinn innan og það er Daniel sem leggur á stað. Hann bara reynir að sigla gegnum allt og alla. Kári reynir að koma pökkinu með á Sölva. Eitthvað er pökkurinn óþægur við á hérna núna. Bjarki yfir á Daniel. Daniel yfir á Bjarki aftur, yfir á Kára. Löng sending upp og þar var Níels. Engi fristing þar sem Esseringurum var á undan í pökkinn. Mikil aksjón hérna af seinustu sekúndu leiksins. Þá er fyrsta leikluta lokið. Fjölnir er yfir 2-1. Hellingur búinn að gerast í þessari lotu. Við erum búin að fá víti, 3 mörk. Hvað getum við beðið meir Við ætlum að taka okkur hér örsnögt hlé með að vera að hefla ísinn og gera klárt. Við sjáumst aftur hér eftir, rétt 10 mínútur.
Já, góður árandur. Velkomin hér aftur að skjánum. Við erum hér í óðan að fara að fylgjast með heimamönnum Skautafélags Reykjavíkur og nágranna þeirra Fjölni. Hefji hér annan leikluta í þessum síðasta leik, síðasta deildarleik herrsdeildar karla. Og það er búið að spilast hér heilmikið skemmtilegt hockey af það sem af er fyrsta leikluta og við vonum að annan leikluti verði með ennþá meira fjör. Og það eru Esteringar sem vinna hér í uppkastið. Sendingur á Sölva hérna, Sölvi kemur inn, sendur á Kára, Kára tekur skotið og það er Styrmir sem ver þetta. Hættulegt skot hjá hann og Kára hana, hann er lunginn við að skora strákurinn. Daniel kemur pekkinu djúpt niður. Bjarki er í pressunni. Má pekkinu minna. Áfram með spilað. Robert er með koma pekkinum yfir á Stíg hérna á kantinum en fer fram hjá öllum og endar hérna í frystingu. Esteringar sem vinna uppkastið. Björn Robert hendir pekkinum vel langt niður. Robert skóplar pekkinum áfram. Thomas Björn Robert tekur skotið. Vel væri hjá Styrmi í markinu. Bestin yfir Þorgils og Níels speklar pekkinum áfram og það er frysting. Við fáum uppkast í varnarsvæði SR og það er Þorgils sem vinnur uppkastið hér og tekur áfram. Það er Jóhann Már sem að koma pekkinu eitthvað áfram en það er Úlfar sem trubbar hérna allt saman. Steindór skóplar pekkinum hátt yfir hann Emil nær pekkinum hérna, hann tekur hann út fyrir. Hann þarf að hingra, hendir pekkinum hátt í lofti hérna. Pökkur leikun hendur áfram. Löng sendingin áfram. Það er Ómar Söndruðsson sem er með pökkinn í horninu hérna. Jóhann Már sendir pökkinn yfir. Þar er Arnar Karlsson. Það er að koma killu í pökkinn en það er ekki að stjórna honum. Markus snýr hérna við. Í smá vesinni hérna en Jónatan félagi hans í vörninni nær að bjarga út af þessu. Styrmir Friðriks slær pökkinn inn áfram. Á Stíg, þar er Egill. Styrmir er ekkert að bjóða sér þetta í markinu. Uppkast. Það er Fjölnir sem vinna þetta. Viktor Örn. Hann fær á sig bullandi pressu hérna frá Sölva. Það er Sölvi sem nær þessum pekki hérna. Kemur með á Kára. Kári upp á Daniel. Daniel hendir pekkinum aftur niður.
Það er Sölvi og Robert. Axel kemur pekkinum áfram á Kára sem reynir skotið þarna. Pökkurinn ekki alveg nógu þýður. Sendi ekki við framjá. Sölvi, Bjarki fýpast þarna létt í sendingunni. Axel kemur á siglingunni. Það er búin að stenda fram hjá öllum. Jóhamar kemur pekkinum inn áfram. Hann er einn, já, með honum með Úlfar. Axel, hann er góð pekkin og Sölva en ekki. Emil. Þeir verjast vel á með Emil. Steindór. Hann er komið pekkinum í hornið en það gengur erfilega. Björn hendir pekkinu bara niður í svæði. Svo sýnir menn á skiptingu hérna. Hér eru konið 2 á 1. Skot þarna. Aron Leví náði að koma hendinni í þennan bök og yfir. Fjölnismenn eru ekkert rægir við það að skjóta rammann. Þarna var hætta á ferðum fyrir Aron Leví. Hann sá ekki skotið en náði að setja púðan fyrir. Það er Seringar sem vinna pökinn hérna í þessu uppkasti. Það er Fjölnisinn á hérna fimminu. Aftur er það Seringar. Ómar. Hérna á siglingunni. Tökur bakhandaskot að fer yfir. Bullandi baratína. Pétur. Lúri bak við markið. Sendi fyrir. Það var Egill sem tók skotið. Áfram náði Seringar að halda pekkinum hérna inn í svæðinu. Markus tekur bara hátt skot yfir markið og allt. Jónatan hendir pekkinu niður. Þar er Axel Orangan. Sendur á Markus. Markus reynir skotið, fýpast á skotinu. Þar var Mikael Allarsson sem á að koma pekkinu djúpt niður. Löng sendingin upp á Axel Orangan sem var alveg óvaldaður. Pekkinu skópla hér yfir. Það er Sölvi. Með hann með Viktor Örn. Viktor reynir að koma pekkinum áfram. Hér er smá barátta. Drew og Bjarki. Hér er Sindri með hendina á lofti. Sýnist hann ekki að merkja háa kilfu. Já. Robert Pálsson fá 2 mínútur fyrir háa kilfu. Og við fáum uppkastin í það. Seringar hér á yfirtölunni í fyrsta skipti. Axel. Kári. Sölvi. Styrmir. Þetta er í smá vandræðamanna. Sendir pökkinn á bakvið og það er Níels. Kári. Axel. Sölvi. Kári. Þverrsendi gefir á Styrmi. Styrmi reynir að skotið. Nafni hans, Styrmir Örn. Verð þetta.
1,5 mínúta eftir af yfirtölunni hjá SR. Uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Og það Fjölnismenn Emil Olengård sender pekkinum út. Sendir hér upp yfir. Og það dundra pekkinum lengst niður. Það Kári með Úlfar á bakinu. Úlfar hér nær pekkinum. Reynir að koma pekkinum áfram. Kristján Hróa sendir aftur á Úlfar. Þeir eru manni undir hérna. Samt hér í bullandi færi. Sölvi. Skilur pökkin eftir fyrir Axel. Axel leggur á stað. Axel hér kvikur. Snar. Reynir hann að skotið. Lendir bara í vörninni. Kári. Níels. Kári aftur. Axel. Sölvi. Kári. Axel. Axel skýtur yfir. Sölvi. Sendur á styrmi. Og fyrirgjöf hann á Axel. Hann var nú príðisfærið þarna. Hann náði ekki að fá sendinguna á spaðan. Egill. Kominn inn. Fellur hér við Steindór Ingason. Gunnlaugur. Egill. Emil. Það að þvæla hér mennina af sér hægri vinstri. Það Sölvi. Fjölnismennur fullmannaðir. Róbert. Tekur skotið. Aron Leví stoppar þetta. Það Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast, en það Níels hérna manna fyrstur með Róbert á bakinu. Það Esseringar sem ná stjórn á pekkinu minna. Já, í mistakoti smá stund. Róbert hendur pekkinum yfir. Jónatan tekur bara skotið. Þar var Styrmir Mokk klári að taka við pekkinum og koma áfram. Það Fjölnismenn snúið. Sölvi skot hana. Aron Leví verð þetta. Pökkurinn skopar inn í miðuna. Áttur að vera Styrmir. Pétur bróður hans. Hér Jónatan. Löng sendingum á Styrmir Friðriks. Pétur snýr hérna við. Mistir með hendina á Tómas Vídal. Bjarki. Það Styrmir Friðriks. Styrmir Friðriks pekinn út. Steindór Ingason. Emil. Erum við. Sindri Gunnars, dómarleiksins að stoppa leikinn hér. Hann tekur hér eftir blóð á ísnum og þá ber dómarnum að stoppa leikinn. Það verðist nú ekki blæðið á neinum leikmanni hér. Hingrum hér örskamma stund með að vera að hreinsa ísinn. Uppkastið tekið á miðjum. Hér að sækja hér verkfæri, skóflur og fleira til þess að afgreiða þetta mál.
Já, þá búið að afgreiða þetta mál. Létt verk og löðumannlegt. Þá getum við hafið leika aftur. Og þá hér uppkast á miðju. Það Fjölnir sem ná svona að vinna út uppkastið en kastaði pekkinu strax í svaðið á sér. Daniel, Axel, sendir tilbaka sem eitthvað Sölva. Sölvi komin á ferðina hérna. Reynir hann að skota ramman en fór í kilunni hjá Steindóri og framhjá. Kári er með stjórnina hérna. Það gerir Kári. Sendir pökkið niður til. Það Axel. Axel hér. Fær á sig smá byltu en snýr hann af sér ekkert mál. Axel er ennþá með pökkinn. Sendir pökkinn djúpt. Það Sölvi og Steindór Ingarsson. Emil. Sendir á miðuna. Það Úlfar. Úlfar kemur hérna framhjá. Það Jóhamar. Hann er komin inn. Hendur pökkinn djúpt niður. Við reyna bara skot beint á markið en þar var Björn Róbert Sigurðarson klári í þetta. Hendar pökkinn yfir. Það Kári Arnars. Stungu sendi hér yfir á Gunnlaug Þorsteinsson. Hann tekur skotið á það yfir Níels. Styrmir Mokk hendur pökkinn niður. Það Gunnlaugur. Styrmir Mokk með pökkinn í horninu hérna. Reynir hérna að koma pökkinn um eitthvað áfram. Einhver smá miskilningur hér hjá Fjölni. Það fínasta skot hjá Gunnlaugi og ég er ekki frá því að Styrmir Mokk hafi náð að koma að killun í pökkinn hérna. Pökkurinn er lausur frá markið. Það Stígur sem skoplar pekkinum hér. Háttalangt yfir. Þetta var beint skot út af. Og uppsker 2 mínútur í refsingu fyrir leiktöf. Það þannig þegar að menn skjóta pekkinum, já, yfir glerið í sínu eigin varnarsvæði. Enn og nýjur cirka komnur á yfirtöluna. Það eru innan við 10 mínútur eftir að vera leikslota. Staðan er þá 2-1 fyrir Fjölni. Níels nær að komast hér í Styrmi. Emil nær að þvæla henni gegn eitthvað. Já, mér sýnist Sindri Gunnars vera að gefa Styrmi Mokk hér 2 mínútur fyrir að krækja. Það er ekki gott að byrja yfirtöluspilið á því að brjóta á sér. Þá orðið jafnt í liðum, 4-4. Og verður það alveg í 1 mínútu og 45 sekúndur. Þá fá Fjölnismenn að spila á yfirtölunni í að cirka bara 15 sekúndur. Það Fjölnir sem nær stjórnin eftir uppkastið. Nei, kemur Egill. Sendir yfir á Gunnlaug. Gunnlaug hér missir pökkinn aðeins frá sér. Róbert. Hann pökkinn bak á markið. Sendir yfir upp á kantinn. Á Tómas Vídal. Tómas skautar áfram. Löng sending yfir á Viktor. Viktor hér reynir bara skotið á löngu færi á Aron Leví. Björn Róbert. Hann bara drúð sem íti við honum. En þá eru þeir eitthvað að vandræðast hér með að koma pekkinum út í sínu svæði. En það Steindór Ingarsson sem nær þessu. Pökkur lausur fram á marki á Aron Leví. Leikurinn heldur áfram. Tómas tekur skotið. Þeir reyna að spegla hérna í pökkin en Aron Leví klári markinu. Tómas, Steindór, Róbert, Steindór aftur. Hann tekur skot á löngu færi.
Pétur Robertson tók þetta á kassan næstu því. Drew Jacob. Robert. Úlfar. Missir hann henni frá sér. Það Kári sem nær að pota hann í pökkinn. Sendir á Þorgils en pökkurinn ekki alveg nógu þægur. Daniel. Sendir á Kára. Eftir á Daniel. Kára. Bjarki. Tekur skotið. Styrmi verð. Áfram puttandi færi hérna. Axel. Bjarki. Daniel. Reynir hann að taka skotið en hittir ekki pökkinn nægilega vel. Fjölnismenn orðnir 5. Drew hendi pökkinn og djúpt niður. Eskfirðingar eru konum með sinn 5. manninn. Engin frysting, segja dómararnir. Áfram skal spilað. 5-5. Kemur Emil. Skautar hérna stað. Siglir hérna framjá. Framjá Axel. Hann er áfram með pökkinn hérna. Hann er fast heldinn á hann. Sendir pökkinn á Jómar sem missar hann frá sér. Axel snýr við. Langskot hér á markið. Styrmir tekur pökkinn og já, hefur hann bara hjá sér. Kristir. Við fáum uppkast. Og það vantar einn Fjölnismann inn. Hvað mér sýnist. Það er Arnar Karlsson sem stekkur hann í sinn og tekur þessa skiptingu. Eskfirðingar sem vinna þetta uppkast. Styrmi Friðriks skopla bekkinum inn í sæðið. Stígur. Koma bekkinum áfram. Pétur Mokk hendir bekkinu bara niður aftur. Ómar Söndruson hér. Léttri baráttu. Markus kemur bekkinum inn á Styrmi. Styrmir er ennþá með pökkinn. Kemst hér í gegnum allt. Pétur. Sendir yfir á Jónatan. Ómar tekur skotið. Lendir í varnarmúrnum hjá Fjölni. Stígur hér. Slagur bak við markið hjá Fjölni. Og Eskfirðingar vinna hérna pökkinn. Gunnlaugur og skorar! Augnabliks hik hérna í vörninni hjá Fjölni. Sjáum þetta hér. Gunnlaugur Þorsteinsson lætur ekki bjóða sér þetta tvisvar. Nær að jafna leikinn hér fyrir SR. Staðan orðin 2-2. 6 mínútur rétt rúmar eftir að öðrum leikluta. Jóhamar kemur inn. Það er Þorgils sem mætir honum. Emil reynir hann að sendingu á Úlfar. Þeir ná að koma pekkinum með samdaginn. Pétur Robert kemur pekkinum yfir á Gunnlaug. Emil sendir pekkinum á Viktor. Áfram verður sendingarnir eitthvað ónákvæmar hjá báðum liðum en áfram heldur leikurinn. Úlfar kemur inn. Reynir skotið á Aron Leví. Aron Leví verður þetta niður í horn. Sölvi missir pökkið inn í höndina á Sölva. Jómar kemur pökkið niður. Það er Drew Jacob. Áfram með spilaðar. Steindór. Það er Axel sem heyrir þennan pökk. Axel
tekur skotið, lendir hann í vörninni hjá Fjölni og þeir ná ekki að klára skotið. Vinnum við, Kári skorar. Skári í smá darraðans fyrir svona markið, klárar þetta með því að skófla pekkinum inn, hreinsa til hana, já, þarna skorar hann létt upp bakhanda skófli. Staðan orðin 3-2 fyrir SR. Uppkast. Það er SR-ingar sem ná að vinna þetta uppkast, koma pekkinu djúpt. Jónatan eltir inn. Róbert kemur pekkinum yfir. Þar fyrir var Egill Þormóðsson. Heldur pekkinum niðri. Markus sendir yfir á Jónatan. Jónatan kemur pekkinum áfram að Egil. Egil skófla pekkinum áfram. Það er Ómar Stöndursson á siglingunni. Egil hættir áfram inn. Með mann á bakinu. Stígur, Asparak, innan aðra, koma pekkinum út. Þetta er Orri fyrirgefið. Orri tekur skotið. Aron Leví verð þetta. Vissi reyndar hana ekki augnablik hvar pökkurinn var, en greip hann svo strax aftur. Uppkast í varnarsvæði SR-inga. 3:52 eftir að öðru leikluta. Það er SR sem vinnur þetta uppkast. Björn Róbert sendir yfir á Þorgils. Þorgils skautir hann áfram. Löng sending á Gunnlaug. Engin fristing. Það hafa fram að spila. Emil kemur þetta marki hérna. Horröð sendir á Jóamar sem spekla pekkinum áfram og inn. Níels sendir hér á Gunnlaug. Gunnlaug komin inn. Fínasta sending á Þorgils sem kom á siglingunni en var ekki alveg nægilega nákvæm. Hér kemur Úlfar. Hann er eitt síns liðs, nema hvað? Emil með honum. Emil reynir að þvæla sig í gegn. Engi, ja, pökkurinn hefur farið hérna aftan á þagnitið og ekki dottið aftur í spil. Þá stoppum við leikinn og tökum uppkast. Það með uppkast. Já, það eru Fjölnismenn sem eiga þetta uppkast. Tómas Vítar kemur bekkinn upp á Róbert. Róbert tekur skot á lungufæri. Lendir hann í Axel og fer eitthvað upp í loftið. Bjarki spólar sig hérna út. Spólar hérna bekkinnum upp. Róbert. Það er bekkinnum. Það er spilað. Það er Kári sem að stjórna bekkinnum hérna. Það er restinningar sem ná að taka stjórnina hér í svæðinu. Ágætt að spila hérna. Axel reynir hana stungu fyrir gjöf á Kára en lendir í á varnarvegnum hjá Fjölni. Hilmar kominn inn. Hann siglir hérna í gegn. Tekur hérna bakhanda skot sem fer yfir í markið. Steindór. Skotið hann var ekki alveg nægilega fast. Auðvilt að verði fyrir Aron. Bjarki kemur pekkinum inn. Fristing á SR. Og hér eru rétt rúmar
2 mínútur eftir 2 mínútur og 3 cent eins og kannin við kallaða. Það er Fjölnir sem vinnur uppkastið. Steindór reynir hana, stungur ekki. Það er Bjarki leggur að stað hér. Kári með á honum, hann heldur áfram Bjarki komin niður í hotn, reynir hann að fyrirgjöf. Það er Úlfar, löng sending á Jóamar. Það er Egill sem vinnur þetta á honum. Smá bylta hér á miðunni, ekki til að hafa áhyggjur af. Ómar hefur á Daniel skautar hérna áfram. Nú var þetta aðeins niður hérna. Fjölnir sem er pressa. Styrmir. Það er bara að grafa eftir pekkinum við battan. Það er Daniel sem kemur út með pökkin. Sendir yfir á Þorgils. Þorgils getur komist ágættan hraða. Þeir komin að pekkin niður. Þorgils yfir á Björn Róbert. Björn Róbert komin heim á ferðina. Senda pökkin hérna yfir hinum einn. Viktor hendur pökkin áfram. Pökkurinn endar í höndunum á Björn Róberti sem kemur yfir á Gunnlaug sem hendir pökkinu bara allir niður til. Björn Róbert kemur pökkinu niður til. Markus hér falla menn hver mann á þveran. Það er Níels sem skutlar pekkinum út. Áfram með spilað. Léttbylta sem hann færi á sig. Hann Róbert frá Níels. Há og lang sending hér. Rétt áður en leikflötur rennur út. Sölvi var komin á ferðina fyrir SR en ekki nægur tími til að klára það færi. Stór skemmtilegri lotu lokið en fínasta hockey í gangi. Við tökum okkur stuttlega hér rétt cirka bát 10 mínútur eða svo, fari hvergi.
Já. Þetta 30 sekúndur cirka. Hefst þriðji og seinasti leikluti á þessum stórskemmtilega leik sem búinn að vera leikinn hér í Laugardalnum. Staðan 3-2 fyrir SR. Eitthvað hefur verið að færum í leiknum. Eitthvað örlítið að pústrum. En búið að vera einkennilega lítið að brotum svona miðað við þessi tvö lið. Svona í fortíðinni hafa tekist, já, oft harðar á. En ég vona að þessi bæði lið skilji allt eftir hér á ísnum í þessu leikluta og það byrjar hér bara með hörku actioni. Sölvi yfir á Bjarka, Bjarki yfir á Daniel, Daniel tekur skotið. Hann náði að koma killum þarna hann Axel. Það munaði minnstu að pökkurinn hefði endað inni, hann fór nú yfir markið. Áfram hér Viktor, sendir pökkina fram, Bjarki skopla pekkinum inn. Viktor kemur pekkinum yfir á Róbert. Fín sending á Róbert hér yfir á Drew. Thomas lendir hér á 1-2 Esteringum. Og það kemur Bjarki, sendir yfir á Axel. Axel hér leitt. Hann ákveður að snúa við og taka bara skiptingu. Þorgils, Níels, reynir hann að sendingu. Eitthvað eru kilurnar götátar hjá leikmönnum beggja liða í kvöld. Þeir komast inn í gegn. Emil og Úlfar. Kristján Hróar tekur skotið. Arliði verð þetta. Níels sendur á Þorgils. Þorgils aftur á Níels. Pökkurinn til lausur fram markið. Mega heita heppnir Estelingar að hann hafði ekki að nýta færi betur en þetta. Þorgils yfir rauðu, hendi pekkinum inn í svæði. Steindór. Pökkurinn endar hér í höndunum á Jóhanni Mar. Kemur niður á Steindór. Sendir ekki alveg nákvæm en það er Steindór engaði síður sem er með pökkinn. Löngsetting, það er Styrmir Friðriks sem tekur hennar pökk. Hann reynir að koma sér í gegn. Steindór sér við honum. Pökkurinn er hátt í loftið. Steindór aftur hér. Há og löng sending hér yfir allt og alla. Pökkurinn skopar hér fram hjá öllum. Og það er Markus sem tekur pökkinn. En Sindri, dómari, hann segir hákilva á SR og stoppa leikinn. Og það er uppkast í varnarsvæði SR. Við biðjumst innilega velvirðingar á því að beina textalýsingin af þessum leik er óvirk í Hydra-kerfinu hjá okkur. Þið neyðist bara til að horfa á útsendinguna hér og trúa öllu því sem ég segi. Pökkurinn hérna út úr svæðinu. Robert, Viktor sendir hérna á. Það er Axel nær að komast í sendinguna og henda pekkinu vatninu í svæðið. Estelingar ná að verjast vel í í forvörninni. Viktor siglir hér fram undan marki. Robert róar allt saman niður. Það er allir komnir í burtu hérna hjá Fjölni. En eitthvað svona átt að segja á stöðunni. Sending hér á Emil. Emil sendir á Úlfar sem kemur hér upp með kantinum á siglingunni fram hjá Daniel. Já, það reyna hann að senda ykkur fyrir. Það var enginn til þess að fylgja því eftir. Aron Levi kæfi pökkinn bara.
Það eru Fjölnismenn sem taka stjórnum þessu uppkasti. En Enseringar koma pekkinum út. Það er Kristján Hróar hér með pökkinn. Aftasti maður. Löng sendingan upp til. Það var Níels sem komst inn í hana. Emil skilur hann fyrir Úlfar. Úlfar reynir að senda ykkur á Níels. Ja, reynir hann. Það er Björn Róbert Sigurðarsson sem kominn inn. Hann hér Hróar dæðist niður. Horfir yfir. Það er Egill þarna niður í horninu. Úlfar, Egill nær að komast inn í þetta. Úlfar áfram hér í varnarvinnunni. Það er Pétur, tekur skotið á Styrmi og það er Ómar Söndrason sem fylgir skotunni eftir frákastunni og skópla pekkinum á milli lappana hjá Styrmi. Staðan orðin 4-2 fyrir SR. Sjáum þetta endursýnt hér. Sjáum Pétur hér fá pökkinn. Hann tekur pökkinn inn og út. Hér, hann tekur skotið. Og það er Ómar sem fylgir skotinu á eftir. Skila pekkinum inn. Ester vinnur þetta uppkast. Jónatan hendir pekkinum djúpt niður. Stígur. Þá kom pekkinum tilbaka. Missa pökkinn hér í hendur Enseringa. Axel. Kom hér upp. Axel. Það er á Markus. Markus tekur skotið. En Styrmir við þetta. Enseringar vinna uppkastið, skot. Kári Arnarsson ekki að hika við það þarna beint úr uppkastinu. Annað uppkast í varnarsæði Fjölnis. Aftur fær Kári hér pökkinn. Kemur niður á Markus reynir þarna skot. Þröngu færi. Róbert snýr hér við. Reynir að koma pekkinum í gegn, hún tekst það. Tómas Vídal snýr af sér Jónatan en lendir þá að Sölva. Jónatan skautar hérna áfram. Sendur á Sölva. Löng sendi hér á Axel. Nær hér pekkinum. Skot. Styrmir við þetta bara. Eina í stöðunni fyrir Axel. Skjóta ramman. Enseringar vinna þetta. Bjarki Níels yfir fyrir battan. Daniel hinkrar baka markið. Smá vandræðagur. Jómar pressar hann vel. Níels skautar hér upp. Reynir hann að senda í gang Gunnlaug en það tekst ekki. Það er Styrmi Mokk sem grípir pökkinn hérna. Skautar áfram, sendur á Gunnlaug. Gunnlaug tekur skotið bara beint á Styrmi. Styrmir öllum hnútum Gunnlaugur þarna í bláu grísunni og verður þetta Sóknarkongi Enseringar orðin heldur meiri heldur en í hinum tveimur lótunum. Enseringar vinna þetta uppkast. Þorgils, Björn Róbert. Pekkinum niður í hornið. Þar er Ómar. Hann kemur úr horninu. Er með 1 og 2 í sér. Hann er komin niður fram hjá nokkurum. Sendir pekkinum bara á Þorgils.
Þorgils sendir hann djúpt niður. Pökkurinn fer aftur inn til Þorgils. Ómar hendir pekkinu djúpt niður. Og þar Hilmir Ingvarsson. Mótunum mætir Styrmir Friðriks. Styrmir Friðriks kemur með pökkinn úr horninu. Reynir að koma pekkinum að Þorgils. Sendir á Björn Róbert tekur skotið, lendir hana í vörninni. Áfram skotið á marki hjá honum Styrmi. Og Þorgils með neglu, lendir hann í vörninni hjá Fjölni. Áfram Þorgils hér að valda usla. Kári, Jónatan. Aftur á Kára. Sölvi setur Axel hér snýr við, sendir bara Markus tekur bara skotið, það hátt og langt yfir. Vestfirðingar hér ennþá og Tögl og haldir á sóknarleiknum. Jónatan tók bara skotið langt upp að bláu. Styrmi varði þetta bara. Uppkast í varnarstæði Fjölnis. Það Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Róbert sendir yfir á Hilmir. Sýnist Esteringar að vera að uppskera hér refsingu. Mér sýnist að vera Jónatan Oduma að vera að fara í 2 mínútur í refsingu fyrir að krækja eða hooking. Nú eru Fjölnismenn komnar yfir töluna. Þeir geta hleypt þessum leik hressilega upp ef þeir ná að nýta yfir töluna hér. Það eru rétt rúmar 12 mínútur eftir að þriðja og síðasta leikluta. Síðasti leiklutin í deildinni. Það Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Steindór, Róbert. Smá vandræðagangur þarna niður í horninu. Áfram í spila. Níels í pressunum fyrir SR. Koma Esteringar. Fjölnismenn segir Róbert. Emil hérna, það siglir bara í gegn. Steindór sendir pökkinn inn í hornið. Daniel hamrar pökkinn út úr svæðinu. Aftur þurfa Fjölnismenn að byggja upp fíli hér út úr sínu eigin svæði og inn í svæði Esteringa. Erfið vinsla hérna hjá Fjölni núna. Hér gefa þeir bara raun og veru sendinguna fyrir markið. Þarna var Egill. Góðum degi hefði hann nýtt þetta færi. Steindór kemur bekkinn maður á Jóhamar. Hér Sindri komið með hendina á loft. Dæmir hér boarding. Það Björn Róbert Sigurðarson sem að krækja sér hér í 2 mínútur. Hann fari hér 2 mínútur fyrir boarding að ég held. Og Fjölnismenn taka hér leikhlé. Það restar 30 sekúndur sem leikhléð Ekki ólíklegt að Emil Ólingor, þjálfari liðsins hjá Fjölni, vilji stilla hér upp í
Stilla hér upp í skot og mark. Kjörið tækifæri. 43 sekúndur eftir af fyrri refsingunni og 2 heila mínútur af seinni. Og uppkast inn í varnarsvæði Eskfirðinga. Þeir eru 3 Eskfirðingarnir á móti 5 Fjölnismönnum. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Úlfar sendur upp á Róbert. Róbert hér á Úlfar. Sendur hann yfir. Alveg rosalegt færi fyrir Steindór Ingason. Hann náði ekki að koma pekkinum inn. Lenti hann í púðunum hjá Aron Leví. 20 sekúndur eftir að fyrir refsingunni hjá SR. Fjölnir reynir að stilla hér upp aftur. Róbert. Það eru Úlfar. Róbert aftur. Emil. Aftur á Róbert. Úlfar. Eskfirðingarnir er að vera eins þéttir og því geta hér í vörninni. Steindór. Emil. Steindór aftur. Steindór reynir handarskotið en Þorgils nær að koma killuna í. Eskfirðingar onni 4. Emil reynir hann að lúmska sendingu alla leið á Steindór. En það er Jónatan Ótúma sem kemur út á svæðinu á móti Emil. Þorgils með hann og hvað gerir Jónatan? Tekur skotið. Styrmir verður þetta vel. Senda pökkinn lengst niður þetta aftur á Markus. Markus róar þetta niður og sendur á Axel. 45 sekúndur eftir að refsitímanum. Hátt og langt upp í loftið. Og það er Kári Arnars fyrsti maður í pökkinn. Hann er hér, hann heldur pekkinum. Skóplar pekkinum út. Og hann lendir hér í höndunum á Tómasi Vidal. Fjölnir pressa hér stíft. Það er Danli sem kemur pekkinum út og skóplar hann hátt og langt yfir. Beint á mark. 20 sekúndur eftir að refsiklukkunni. Sendingir upp. Arnar. Þeir grafa til pekkinum upp í vatnana hana. Það eru Fjölnismenn sem koma pekkinum út. Það er Jóhamar, tekur skotið. Arliði verður þetta. Fínt skot hjá Jóhannemar. Níu mínútur og 7 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Fjölnismenn náðu ekki að nýta þessa tvöföldu yfirtölu sem við vorum að nú spila liðin jöfna styrk. Það eru Eskfirðingar sem ná hérna að komast inn í þetta uppkast. Ná hér stjórnin á pekkinum. Fjölnismenn nú snúa hérna við. Laust skot á hann Aron Leví sem hann ver auðvitað vantaði svolítið upp á kraftin hann í skotið. Fjölskylda menn upp í uppkast inn í varnarsvæði SR. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Kristján Hróar kemur pekkinum djúpt. Það er Emil. Tekst á við Jónatan. Níels sendir á Gunnlaug. Gunnlaug hérna, þvælir á hægri vinstri. Tekur skotið. Styrmir verður þetta. Munaði mjög stann að grípa pökkinn hérna. Pökkunum fór blessunlega yfir fyrir hann. Kristján Hróar. Skot, sendi hér á Úlfar á kantinn. Gunnlaugurinn að koma pekkinum út. Það er Styrmir. Kemur mér á Níels. Hilmar mætir honum. Hilmar snýr hérna við. Það
Það Styrmir Steinn Mokk sem nær pekkinum hér og hann tekur skotið. Styrmir Örn varði það. Robert sendir yfir á Jóhann Mar. Þar Tómas Vídal komin inn. Tómas sendir pökkinn aftur yfir á Jóhann Mar. Jóhann Mar komin í hornið hérna. Tómas mætir Kára Arnars sem hirðir af honum pökkinn. Þorgils reynir hérna lúmska sendinguinn. Hann fer hérna í kilunni hjá Drew Jacob. Og hér snúa Fjölnismenn við. Það Tómas sendir á Jóhann Mar. Jóhann Mar reynir að gera eitthvað úr þessu en mistir pökkinn frá sér. Kári Arnars sendir á Axel sem laus hinum megin. Jóhann Mar hlökkuninn er komin inn á miðuna. Tómas sendir svona reyndi að gera eitthvað þessu. Markus þeir skipta hér Stenningar Pétur. Það var Markus hér upp sendir pökkinn áfram yfir á Ómar Söndursson. Stenningar rangstæðir. Það Stenningar sem koma inn með pökkinn hér. Það Daniel stoppar yfir horninu, fellur við. Hann ennþá með pökkinn samt. Emil heldur pökkinum hér, sendir yfir Kristján Hróar. Löng sendingin upp yfir. Það Bjarki. Hann tekur bara, reynir að taka pökkinn með sér en það ekki. Lendir hann í barðinu við tvo Fjölnismenn. Áfram með hér Klaus á blálínni. Það Styrmir Steinn Mokk sem kemur hér út með pökkinn. Það þvælir hér. Reynir að komast í færi. Pökkur laus fyrir framann. Engin blá treyja þar til að taka á mótunum en þar var Emil Ólingborg. Sendir þar yfir Kristján Hróar. Skautar hér að stað. Reynir langa sendingu hér. Og pökkurinn rúllar að það leið í frystingu. Fimm mínútur og 40 sekúndur eftir. Og það Fjölnismenn að pota í pökkinn. Björn Róbert hér yfir á Þorgils. Löng sending hér upp á hann. Stenningar eitthvað ósáttir við að línumaðurinn var þarna fyrir spilinu en slíkt gerist. Það þýðir ekkert að æsa sig við því. Uppkast fyrir utan varnarsvæði Fjölnis. Uppkast hér og það Stenningar sem vinna þetta uppkast. Pökkunum ber síðan til Axels sem kemur pekkinum inn en það Robert sem kemur pekkinum áfram upp. Jóhann Mar reynir hann að sendingu. Það Viktor Örn sem bjargar þessu. Aftur línumennir hér eitthvað að þvælast fyrir en það allt í lagi. Þorgils, Axel tekur skoti bara. Sölvi heldur pökkinu bak við markið. Viktor Örn. Andri
Kári Arnars varðinu hér. Jóimar kemur pekkinum út. Sölvi róar þetta niður baka markið. Það er 4 mínútur og 30 sekúndur eftir að leiknum, eftir að þessari deildakeppni. Jónatan horfir upp á Markus skautar inn áfram, tekur bara skotið á markið, Styrmir blakar pekkinum inn í horn og það er Níels, en það er líka Steindór og líka Emil sendir hér pökkinn upp á Úlfar. Markus pressar á hann, Gunnlaugur tekur skotið, það er búið dregið og hátt yfir. Emil gjafsending hjá Steindór Ingasinni á Styrmir Mók. Við fáum hér refsingu. Steindór helst til og lungin að krækja þarna í Styrmi. Uppsker 2 mínútur fyrir að krækja. Og þá taka Esseringar leikhlé. Þessar laufléttu 30 sekúndur. Eins og ég hef sagt hér áður í þessari útsendingu, þá byrjar úrslitakeppnin í næstu viku, 22. mars. Norður Akureyri. Næsti leikur þar á eftir 24. mars hér í Skautvatni Laugardal. Þriði leikur verður 29. mars á laugardegi Norður Akureyri. Allt er hægt að sjá þetta bæði á úrslitaþjónustu IHÍ. Það er að segja úrslit.ihi.is og víðar. Og hér fáum við uppkast. Það eru Esseringar sem vinna þetta uppkast. Kári sendi niður á Níels. Aftur á Kára, Axel, Sölvi, Kári niður á Níels. Níels á beint fyrir hann á Axel sem, já, það mátti litlu muna, hann hafði almennilegu skotið þarna. Það voru hefðist til margar Fjölniskillur þarna fyrir. Hér er leggur Sölvi á stað. Hann siglir bara á stað. Sölvi fyrir Fjölni með honum. Níels, Axel. Axel hérna, planta sér í hornið. Sendir á Sölva. Sölvi yfir á Kára. Kári hér, aftur á Sölva. Axel. Axel hér með Sölva í sér frá Fjölni. Hann tekur hérna hringsól í horninu. Sölvi, Kári. Fínt spil hérna hjá Esseringum. Þarna var Styrmir Steinn Mók búinn að planta sig fyrir frammarkið, einn og óvaldaður, og reyndi að spegla pökkinn fram hjá Styrmi Erni. Rétt rúm mínúta eftir af yfirtölunni hjá SR. Og við fáum uppkast. Og það eru Esseringar sem raunir að vinna þetta uppkast. Gunnlaugur lengst inn upp á Björn Róbert. Pétur, Gunnlaugur. Þeir missa pökkinn hér en ná honum aftur. Björn Róbert, Pétur. Fínasta tilraun hana. Pökkurinn ennþá laus. Esseringar með stjórnina hér, Þorgils. Reynir hana að vippa honum yfir á Egil. Björn Róbert hendir pökkinn niður til. Pétur hana, tekur á mót honum. Áfram með Pétur með pökkinn. Björn Róbert, langt hér yfir á Þorgils. Þorgils yfir á Björn Róbert. Pétur í horninu. Fín spilameska hjá SR núna. Björn Róbert þegar siglir í gegn. Pökkur er laus þarna. Pétur hér yfir á Gunnlaug. Gunnlaug tekur skotið. Styrmi verið þetta. Mikil sóknarþungi hjá SR núna.
Þorgils reynir hann að koma pekkinum áfram. Úlfar nær að koma fóti í þetta. Sindri dómari eitthvað að væpast þarna fyrir. Emil löng sending hér yfir Úlfar. Úlfar leggur á stað. Steindór með honum. Steindór hérna, snýðir hérna á kantinum. Reynir að finna samherja. Það eru Eskfirðingar sem ná að halda hérna pekkinum. Og það er Gunnlaugur. Hendir pekkinum hátt og langt upp. Kári hann var aðeins á fljótur inn. Pökkurinn eldan uppi. Engin frysting. Aron Leví markmaður hoppaði hann út úr markinu og þá var engin frysting. Það er Fjölnismenn sem ná stjórn á pekkinuna. Pökkurinn ber sérna upp. Það er Róbert. Hvað gerir Róbert? Reynir að koma pekkinum áfram en það tekst illa. Tómas Róbert tekur skotið. Pökkurinn hann í fer hann í Markus sem stendur í vörninni. ...44 sekúndur eftir að þriðja og síðasta leikluta, þessum síðasta leikluta helstdeildar karla. Sindri dómari að skikka Fjölnismenn eitthvað til fyrir skiptingarnar. Þeirra skiptitími var liðinn. Enginn í marki hjá Fjölni. Þeir ætla að reyna að freista þess að skora allavega 1 mark. Og við fáum uppkast. Það eru Fjölnismenn sem vinna uppkastið. Róbert, Viktor. Skot þarna niður í Aron Leví varði þetta. Pekkinum skóplað út. Það er Róbert, 30 sekúndur eftir. Jóhann Mar sendir pekkinum áfram á Emil. Emil kominn inn. Það er Tómas. Tómas missir pekkinum frá sér. Það er Drú sem hirðir hann. Róbert. Róbert tekur skotið og pekkinum með spegla hann rétt fram hjá Aron Leví. Áfram eru hér Eskfirðingar hér. Ætla að reyna að nýta tækifærið og skora þetta viðbót. 5 sekúndur. 2, 1 og leikurinn er búinn. Leiktíminn er liðinn. Leiknum lýkur með 4-2 sigri SR. Ágætis veganesti fyrir þá inn í úrslitakeppnina gegn Skautafélagi Akureyrar. Fjölnir hins vegar kom hér í kvöld. Fylltu liði. Gaman að sjá þessa fjölmörgu leikmenn sem Fjölnir hefur haft í sínum röðum undanfarin ár eða áratug. Margir gamli leikmenn hér hafa ákveðið að koma hér og taka slaginn síðasta leikinn í deildinni með sínu félagi sem er vel. Eins og ég sagði áðan að þá hefst úrslitakeppnin 22. mars. Norður Akureyri hvet ykkur eindregið til að fylgjast með. Ég ætla að minna líka á HM Kalla þar sem Ísland keppir. Sú keppni hefst 18. apríl eða annan í páskum. Ég hvet alla til þess að kaupa sér miða á þá keppni þar sem vikupassin er á litlar 10.000 krónur og mæta hér í höllina og hvetja íslenska kallalandsliðið áfram. Helgi Páll Thoroddsen heiti ég, búinn að vera með ykkur hér í kvöld. Ég segi bara takk fyrir og góða nótt.